Þetta er verkefni 3 í C-hlutanum í vörn, 0,3 dálkar. Ég er búin að breyta spássíum og setja haus og fót. Nú ætla ég að fara í lið númer 3 og stilla dálka. Smelli ég hér í entermerki til að stilla þá. Við skulum hafa reglustikkuna sýnilega. Ef hún er ekki sýnileg hjá okkur, þá getið þið farið hérna í view og hakað við rúler. Það er ágætt að hafa hana sýnilega og eins að hafa entermerkin sýnileg. Þið kveikið á þeim hérna. En til að stilla dálka þá farið þið hérna í paragraf og hakið við tab og stillið dálkana hér. Ekki hreyfa neitt við þessu, bara stilla dálkana hér. Fyrsti er stilltur á 3, hann er vinstri stilltur. Næsti hann er stilltur á 5, hann á að vera stilltur á svona lóðrétt strik. Næsti er á 6, hann er á vinstri stillingu. Og síðasti er á 9. Og svo ég smetla á sett á milli og til að fara út úr þessari valmynd þá segi ég OK. Nú skrifa ég textan. Ég byrja á að skrifa hérna Jón og síðan skrifa ég töluna, svo Jón Þór. Og þið sjáu að ég ýti alltaf á dálklykilinn á milli og þess vegna er ágætt að hafa kveikt á entermerkjunum. Og þið sjáu hérna hvað hún stoppar hérna alls staðar. Og um leið og ég ýti á enter þá erfist stillingin, þá helst hún hérna upp á reglustikunni. Og ég var búin að flýta aðeins fyrir mér og skrifa inn textan, þannig að þetta á að koma svona út hjá ykkur. Þegar ég stilli fyrir næsta, hérna fyrir neðan næstu fyrirsögn, þá smelli ég hér og stilli dálkana eins og sagt er í bókinni á sama hátt. Og eins og þið sjáu þá er ekki dálkstillingin hér eins og hún var hér. Hún erfist bara þegar það er ýtt á enter. Við skulum gera sjálf algengustu eiginnöfn kvenna og tvínefni kvenna, en ég sýni ykkur í öðru myndskeiði hvernig þið setjið inn fyrir gjaldmiðlana. En nú ætla ég að vista.